Góðir sveitarstjórnarfulltrúar, ég segi þá 47. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan, en fundurinn er haldinn á Sauðárkróki að Sæmundargötu 7a miðvikudaginn 25. febrúar 2026. Ég býð jafnframt sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins, en þeir eru hér allir í dag, og einnig býð ég velkomin sveitarstjóran Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem er Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það liggur dagskrá fyrir fundinum og hún hefur verið send út, og við byrjum hérna á fundargerð byggðaráðs sem er fundur nummer 178 og var haldinn 21. janúar síðastliðinn, og það voru 8 mál á dagskránni. Fyrsta mál, það var uppbygging húsnæðis fyrir Háskólann á Hólum. Já, og svo ger ég tillögu minni að lið 2, að húsnæðisáætlun verði vísað. Nei, fyrirgefið, við erum búin að afgreiða lið 2 sem var húsnæðisáætlunin, við erum búin að afgreiða hann, þannig að hann er ekki til umfjöllunar. Við erum með lið 1 sem er þá uppbygging húsnæðis fyrir Háskólann á Hólum, síðan er lið 3 sem er samningur reiðvegi 2026-2030, liður 4 að það er umsókn styrk til greiðslu fasteignaskatts, liður 5 það er umferðaröryggismat fyrir Húnavallaleið og Vindheimaleið, beiðni til vegagerðarinnar svör, skoðanakönnun, beiðni afstöðu Húnabyggðar og Skagafjarðar til umræddra leiða. Síðan liður 6, það var tilboð í íbúð að Skógagötu 2, og liður 7, það var úr samráðsgáttinni, það var drög að nýrri reglugerð strandveiði, og liður 8, það var líka á samráðsgáttinni, en það voru breytingar á raforkulögum. Og ég ætla að víkja sjálfur hérna undir lið 1-3 og bið Sólborgu að taka þann lið til afgreiðslu. Gjörðu svo vel, Sólborg. Takk fyrir. Ég ber þá lið 1-3 samningur reiðvegi 2026-2030 til atkvæðagreiðslu. Ég bið ykkur að gefa merkið eru samþykk. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Heyrðu, þá er orðið laust hina liðina. Það er enginn sem óskar eftir því að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðinni gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í fundargerð lið nummer 2 sem er fundargerð byggðaráðs fundur nummer 179 haldinn 30. janúar og já. Við byrjum bara þá að afgreiða lið 2.6, Álfhildur víkur á fundi undir lið 2.6, en það eru málefni félagsheimilisins Ketilás, orðið laustumennalið. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og Baldur. Mér langar nú bara aðeins að koma hérna upp og tala 2.6, málefni félagsheimilis Ketilás. Og ég við kannski upp að við fórum náttúrulega á íbúafund út í Fljót, eins og allir hér inni vita. Það var ýmislegt sagt og kom ýmislegt svona fram. Og mér langar bara svona kannski að spyrja hvort, annarkvort forseti sveitarstjórnar eða kannski sveitarstjóri, geti kannski upplýst mig kannski bara svona hvað er búið að ske síðan hérna, ef það má segja það, hvað hefur skeð frá því að fundurinn var haldinn út í Fljótum og þessi fundur var hérna haldinn, hvað er svona skrefin sem hafa verið tekin eftir það? Við erum svona bara að fá aðeins vita það. Takk. Sigfús, gerðu svo vel. Já, forseti, góðir sveitarstjórnarmenn, það sem að hefur gerst er það að það var nú fyrirtaka í málinu núna í þessu mánuði, þar sem voru bara lögð fram frekari gögn af hálfu aðila. En ég veit að hérna lögmenn beggja aðila hafa rætt svona óformlega saman það hvort að menn séu svona á þeirri leið að koma með einhverja sáttatilrögu sem að yrði þá tekin fyrir í dómi. En það er ekki komið formlega á blað til okkar, en það er samtali í gangi ennþá allavega. Þannig að það er staðan. Takk fyrir.
Orðið er laust. Sveinn, gerð svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla bara að þakka fyrir þessi svör og þau svona, já, hvernig þetta er búið að vera og það er akkurat það sem ég vildi nú kannski koma svona inn á. Ég held að það sé kannski heilla vanlegast einmitt í þessu. Það er bara, það verði tekið samtal þó með lögfræðing og þetta verði bara reynt að gera þetta í sem mestir sátt eins og hægt er. Ég held að það sé svona það sem maður tekur út úr þessu öllu. Því þetta er náttúrulega svona kvenfélag sem að ræða hinum megin, þannig að fara að leggja mikla svona skuldbindningar á það er náttúrulega, já, við veitum nú alveg hvernig það er, þetta er svona, og svo bara kannski framhaldið, það er nú kannski sveitarfélag, kannski eitthvað að koma til móts finnst mér nú svona, en það er kannski bara seinni tíma mál hvernig það verður. En ég ætla allavega að sitja hjá við þessa afgreiðslu. Orðið er laust. Vinstri græn og ítrekka bókun og við ítrekkum bókun. Fleiri sem vilja taka til máls. Þeir sem að samþykja afgreiðslu byggðarráðs að þessum lið og það er þið sitja hjá, vinstri græn sitja hjá og Sveinn og Jóhanna sitja hjá. Já. Jóhanna greiði atkvæði með. Það er 6. Samþykkt með 6 atkvæðum. Heyrðu, þá byrjum við á lið 1, það er óskum fund byggðakvóta. Lið 2, það er trúnaðarbók byggðarráðs. Lið 3, það var Víðimýri 10 sala íbúðar. Lið 4, það var könnun á hæfi kjörins fulltrúa. Lið 5, það var óskum upplýsingar. Lið 7, það var styrktarsjóður EBI. 8. lið ger ég tillögu minni að við vísum til umræðu hér síðar í dagskránni og 9. lið það er félagsheimili Árgarður, það er umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og liður 10 það var Húsey 1, það var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og liður 11 það var úr samráðsgáttinni, það var frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinna skilvirkni eftirlits með hollustu háttum og mengunarvörnum. Orðið er laust þessa liði. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja fundargerðina gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í fundargerð byggðarráðs nr. 180. 10 liður á dagskráni og fundurinn var haldinn 5. febrúar síðastliðinn. Fyrsti liður hann var skráður í trúnaðarbók byggðarráðs, annar liður var einnig skráður í trúnaðarbók byggðarráðs. Þriðji liður það var Víðimýri 10 sala íbúðar. Liður 4 það var tilboð í lóð 4 á Hofsósi. Liður 5 það var umsókn styrk til greiðslu fasteignaskatts. Liður 6 það var umsagnarbeiðni það var vegna samgönguáætlunar fyrir árabilið 2026-2040 ásamt 5 ára aðgerðaráætlun og við veittum umsögn þetta. 7. liður það var líka umsagnarbeiðni, það var framkvæmd öryggisráðstafana samkvæmt dómsúrlausn og þetta var lagt fram til kynningar. 8. liður það var umsagnarbeiðni réttindavernd fatlaðs fólks lagt fram til kynningar og 9. liður það var umsagnarbeiðni, það voru atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir, stytting bótatímabils og fleira og við veittum umsögnum það og undir 10. liðnum það var líka á samráðsgáttinni, það voru breytingar á reglugerðum varða kosningar og það var lagt fram til kynningar. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4, það er fundargerð byggðarráðs nr. 181 og fundurinn var haldinn 11. febrúar síðastliðinn. Það var 8 mál á dagskráni og ég gera tillögu minni að lið 2, það viðauka 1 í fjárhagsáætlun verði vísað til umræðu hér síðar á dagskráni. Og við tökum þá fyrir hér lið 1 sem var skráður í trúnaðarbók byggðarráðs, liður 3 það var Víðimýri 10 sala íbúðar, liður 4 það var bréf, það var hvatning til umsagnar þingsályktunartillögu staðsetningu þyrlu landhelgisgæslunnar, það var lagt fram til kynningar. Liður 5 það var vegna tilboðs í íbúð 2 að Skógagötu 2.
Liður 6, það var á samráðsgáttinni, það var grænbók byggðamál og við gáfum umsögnum það. Liður 7, það var líka á samráðsgáttinni, það voru drög að frumvarpi til laga sameiningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs og þar veittum við umsögn. Síðan í lið 8, það var líka á samráðsgáttinni, það var frumvarp til laga breytingar á búvörulögum nr. 99 frá 1993 og þar gáfum við umsögn. Orðið laust þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykja fundargerðinni gefur merki og hún samhliða. Þá er að liður 5, það er fundur byggðaráðs nr. 182 frá 19. febrúar, 7 liðir á dagskrá og ég geri að tillögu minni að lið 5 verði vísað, það er viðauki 2 við fjárhagsáætlun til umræðu hér síðar á dagskránni. Þá erum við með lið 1 sem er stækkun verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Liður 2 var skráður í trúnaðarbók byggðaráðs. Liður 3, það var Víðimýri 10 sala íbúðar. Liður 4, það var tilboð í íbúð að Skógagötu 2. Liður 6, það var auglýsing eftir frambúðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. Byrja frá þeim lagt fram til kynningar. Og liður 7, það var sögustund árið 2026. Þetta er kynningapóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Orðið laust þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina gefur merki og hún er samhljóða. Þá komum við í fund atvinnu menningar og kynningarnefndar, fundur nr. 43 sem þau héldu 19. febrúar síðastliðinn með 6 mál á dagskránni. Fyrsta mál það var skýrsla deildarstjóra, annað það var Sæluvika 2026, þriðja það var styrkbeiðni frá Alþýðulist, fjórða það var styrkbeiðni uppsetning á leikritinu Stella í orlofi frá FNVF og 5. liður það var ársreikningur félagsheimila 2025. Álfhildur víkur undir liðnum 6.3 styrkbeiðni frá Alþýðulist og við byrjum þá bara að afgreiða þann lið og orðið laust þann lið. Silla, gera svo vel. Sveitarstjóri, forseti sveitarstjórnar, starfsmaður og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er bara hér með bókun sem ég ætla að lesa. VG og óháð harma að ekki sé unnt að verða að fullu við beiðni Gallerís Alþýðulistar aukinn styrk. En upphæð samningsins hefur ekki breyst frá árinu 2021, þrátt fyrir almennar kostnaðarhækkanir á tímabilinu. Alþýðulist hefur þurft að mæta auknum útgjöldum með hærri umboðslaunum af söluvöru, handverkfólks og með verulegri sjálfboðavinnu. Óskað var eftir að framlag vegna starfsmanns væri hækkað úr 3 milljónum í 4,5 milljónir og að húsaleigustyrkurinn yrði hækkaður úr 700.000 krónum í 1200 vegna aukins launakostnaðar og almennara kostnaðarhækkana. Meirihluti ásamt byggðalista hafnaði þeirri beiðni og lagði til að samningurinn fyrir árið 2026 yrði uppreiknaður sem nemur vísitölu neysluverðs eða hækkun 36,4%. En umbeðin hækkun myndi reiknast 54%. Alþýðulist gegnir mikilvægu hlutverki í upplýsingagjöf til ferðamenn á svæðinu. Á liðnu ári leituðu tæplega 14.000 manns til upplýsingamiðstöðunar eftir upplýsingum. Þegar starfsemin opnar aftur nú næstu mánaðamót verður hún að öllum líkindum ein slíka þjónustu í firðinum. Að minnstakosti eru dyr hinnar upplýsingamiðstöðunar lokaðar sem stendur. Ætlun félagsins er að lengja opnunartíman til að mæta lengingu ferðamanna tímabilsins á svæðinu sem óhjákvæmilega kallar á aukin fjárútlát. Að okkar mati ber sveitarfélaginu að standa vörð að lyfta því sem vel er gert í samfélaginu. Starfsemi sem dregur að sér þúsundir gesta og styður við menningu og atvinnulíf á svæðinu er verðmætt og mikilvægt að hún njóti stöðuleika. Þurfa að hækka enn meir umboðslaun til að halda rekstrinum gangandi getur dregið úr hvata handverk fólks til þáttöku í alþýðulist og haft neikvæð áhrif á fjölbreytni og gæði starfseminnar. Það er val sveitarfélagsins að halda úti upplýsingamiðstöð og þá þarf að gera það með fullnægjandi hætti. Við teljum því mikilvægt að leita verið til leiða til að tryggja rekstrarumhverfi Gallerís Alþýðulistar til framtíðar. Takk fyrir, VG og óháð skrifundi þetta.
Takk fyrir það, orðið er laust. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóri fulltrúar. Ég er hérna með bókum frá okkur fulltrúum byggðarlistans. Hún er svo hljóðandi. Fulltrúar byggðarlistans óska bókað. Ánægjulegt er orðið var við aukinni styrkbeiðni frá alþýðulist og teljum við rétt að miða við 36,4% eða þá hækkun sem orðið hefur á neysluverðsvísitölu frá því samningur var undirritaður. Samningsupphæðin hefur staðið óbreytt frá árinu 2021 til ásins 2026. Við teljum æskilegt að endurskoða upphæði reglulega fremur og væri það ákjósanlegast að endurskoða slíka samninga í samræmi við hækkun vísitölu hvers ás frekar en að gera svo verulegar hækkanir í einu. Undir þetta sá sem hér stendur og Jóhann Ey. Takk fyrir það, orðið er laust. Hrefna, gerðu svo vel. Forseti og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og baldur. Ég vil árétta að afgreiðsla nefndarinnar byggðist á heildstæðu mati á eðli starfsemi alþýðulistar og þeim forsendum sem sveitarfélagið starfar eftir við úthlutun styrkja. Umræðan snýst ekki mikilvægi starfseminnar sjálfrar, heldur hlutverk og ábyrgð sveitarfélagsins í fjármögnun verkefna þessu tagi. Og með það í huga þá legg ég fram eftirfarandi bókun frá meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokki. Bókunin er svohljóðandi. Alþýðulist er félagsskapur með fjölþætta starfsemi þar sem sala handverks er veigamikill hluti tekjugrundvallar. Rekstur félagsins hefur verið ábyrgur, afkoman jákvæð á liðnum árum og handbært fé með ágætum. Sá þáttur starfseminnar sem snýr að upplýsingagjöf og móttöku gesta er hluti af heildarrekstri en ekki sjálfstætt afmarka stöðugildi á vegum sveitarfélagsins. Við mat á styrkbeiðninni var sérstaklega horft til jafnræðissjónarmiða og ábyrgðar í ráðstöfun opinbers fjármagns. Ákvörðun atvinnu, menningar og kynningarnefndar endurspeglar þá afstöðu að stuðningur sveitarfélagsins taki mið af eðli og umfangi starfseminnar hverju sinni. Með því að styðja með auknum hætti við starfsemi félagsins er unnt að auka opnunartíma starfseminnar og þar með gefst einnig færi og aukinni tekjuöflun sem gera má samhliða ráð fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls þessum samþykkja afgreiðslu eða samþykkja þennan lið fundargerðarinnar gefur merki og hann er samþykktur. Hvernig greiðir þú atkvæðið, Silla? Situr hjá. Það er samþykkt þá með 7 atkvæðum. Silla situr hjá og Álfhildur er í ekki að fundi. Þá eru orðið laust hina liðina og það er engin sem óskar til að taka til máls og þeir sem samþykkja þá hina liðina, það er 1, 2, 4 og 5 gefum ekki og þeir eru samþykktir samhliða. Þá komum við í fund félagsmála og tómstundanefndar sem er númer 41 hjá þeim og var haldinn 22. janúar og það voru 9 mál á dagskráni. Það var styrkbeinið, það var afreks íþróttasjóður ungmenna, annar það var gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026, þriðja það var aðsóknartölur sundlaugana 2025, 4 það var kroksblót 2026 erindum húsaleigu, 5 það var ungmennaráð Skagafjarðar fundagerðir, liður 6 það var málþing stefnu í málefnum fatlaðs fólks til framtíðar, liður 7 það voru fundagerðir öldungaráðs, liður 8 það voru fundagerðir fagráðs málefni fatlaðs fólks og liður 9 það var trúnaðarbók félagsmála og tómstundanefndar orðið er laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundagerðina gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í fundagerð fræðslunefndar, fundur númer 45 og var haldinn 18. febrúar, 5 mál á dagskráni.
Fyrsta mál, það var skýrslubeiðni um starfsdaga í leik og grunn- og tónlistarskólum. Annar liður, það var reglur um stuðning í námi í leikskóla, kennarafræðum. Þriði liður, það var sumarlokanir í leikskólum 2026. Fjórði liður, það var starfsumhverfi í leikskóla í Skagafirði og fimmti liður, það var trúnaðarbók fræðslunefndar. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja fundargerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhliða. Þá var það fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar, fundur nr. 41 og var haldinn 22. janúar með 14 mál á dagskránni. Fyrsta, það var samantekt sorphirðu 2025. Annað, það var úthlutun til fjallskilanefnda 2026. Þriðja, það var styrkbeiðni vegna drónakaupa. 4, það var umsókn um leyfi til búfjárhalds í þéttbýli og það var sama var með lið 5 og liður 6 líka. Liður 7, það var fjallskilasamþykkt Skagafjarðar. Liður 8, það var ársreikningur 2025, Sauðárkrókur fjallskiladeild. Liður 9, það var tilkynningar og niðurfellingu vega að vegaskrá. 10. liður, það var lokun 2G og 3G kerfa, þetta var tilkynning. 11. liður, það var fundargerðir Hafnasambands Íslands 2025. 12. liður, það var urðaður úrgangur 2025 í Stekkjavík. 13. liður, það var úr samráðsgáttinni, þetta var dröga reglugerðum flokkun, tilkynningar og skráningar skylda dýrasjúkdóma og smitefna. Og 14. liður, það var úr samráðsgáttinni, það var saman gegn sóun, það drög að stefnu og aðgerðar áætlun. Orðið er laust um þessa fundargerð. Víkur undir 9.6 og við byrjum þá bara á 9.6. Orðið er laust um 9.6. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja 9.6 gefur merki og þá kallaði bara Svein. Og þá er aðri liði fundargerðarinnar einhver sem óskar til að taka til máls. Það er ekki. Þeir sem samþykja aðra liði fundargerðarinnar gefur merki og hún er samþykkt samhliða. Þá höldum við áfram og erum komin í lið 10 á dagskránni sem er fundur landbúnaðar og innviðanefndar nr. 42 haldinn 5. febrúar 2026 og það voru 7 mál á dagskránni. Fyrsta, það voru heitavatnsblæðingar í Skagafirði. Annað, það var tilraunaverkefni, lífrænt sorp, meðhöndlun og vinnsla. Þriðja, það var Háeyri 8, það er Háeyri 6 og 8 tillaga breyting og deiliskipulagi. Í liðu 4, það var vegagerðin, það var fundur með svæðismiðstöðin á Akureyri, það var gert grein fyrir þeim fundið þarna undir þessum lið. Liðu 5, það var til kynningar, framtíðin og íslenskar hafnir, skýrsla. Liður 6 til kynningar, það var Hafnasambandsþingið 2026 og liður 7, það var líka lagt fram til kynningar, það voru fundargerðir Hafnasambands Íslands 2026. Orðið er laust um þessa fundargerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja fundargerðinni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin í skipulagsnefnd og það er fundur nr. 90 sem haldið var 22. janúar 2026. 5 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minna lið 3, 4 og 5 verið vísa til umræði hér síðar á dagskránni, þannig við tökum fyrir lið 1 og 2. Liður 1, það er Skagfirðingabraut 45, beiðnum heimild til að stækka svalir og liður 2, það er Langaborg, beiðnum heimild til að vinna deiliskipulag. Orðið er laust um þessa 2 liði. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls. Ekki lið 2. Lið 2 er ekki vísað. Sigurlaug Vordís víkur undir lið 2. Einhver sem óskar til að taka til máls undir lið 2. Þeir sem að samþykja lið 2 gefur merki og hann er samþyktur þá með 8 atkvæðum og þeir sem samþykja lið 1 gefur merki og það er samþykt með 9 atkvæðum. Þá er það liður 12 og hann er líka frá skipulagsnefnd og þetta er fundur nr. 91 sem var haldið 5. febrúar og þar ger ég tillögu minni og hlusti nú að öllu verði vísað nema lið 6. Þannig að við erum bara með lið 6 til umfjöllunar og það
hann varðar sveitafélagsmörk, Húnabyggð og Skagafjörður og þetta er ábending frá skipulagsfulltrúa Húnabyggðar. Orðið er laust þennan lið. Nei, heyrðu, fyrirgefðu. Næsta blaðsíða. Heyrðu. Já, lið 6, við erum með handilumfjöllunar hér núna og svo erum við með lið 11 sem er blöndulína 3, bréf frá Draupni lögmannsstofu, erindi landeiganda vegna afgreiðslu athugasemda og við erum líka með til umfjöllunar afgreiðslufund byggingafulltrúa nr. 77 sem er liður 14 og lið 15 sem er líka afgreiðslufundur byggingafulltrúa 78. Ætlið þið að víkja undir hverju? Nei, við erum að sitja hjá. Já, ok. Orðið er laust þessa liði. Já, ég það sko. Gjör svo vel. Já, kæra sveitarstjórn og sveitarstjóri. Ég er aðeins hugsi yfir lið 11 sem er bréf frá ákveðnum landeigundum sem höfðu áður sendt bréf, talsvert áður, mann ekki alveg tímalínu í þessu, og er að mótmæla lagningu blöndulínu. Og það er eitthvað í þessu tímalínu sem að ég ekki næ alveg utanum, því að áður en þetta bréf kom, meðan að máli var enn á borði skipulagsnefndar, annarkvort í lok síðasta árs eða byrjun þessarar, ég man það heldur ekki alveg. Þá spurði ég sérstaklega á skipulagsnefndafundi út í það hvort það væri komin sátt hjá landeigundum þetta mál og mér var tjáð að svo væri og ég óskaði eftir gögnum það og fékk undirrita bréf frá einum landeiganda, held ég frekar en tveimur, einum. Og í góðri trú að sátt hefði náðst, þá bara samþykkti ég fyriráætlunina sem lágu fyrir á þeim fundi og hafði ekki ástæðu til að ætla annað. En þá kemur þetta bréf í kjölfarið sem sýnir okkur það að það er ekki komin sátt í málið. Þannig að ef einhver gæti bara útskýrt framvindu þessa mála, þá þætti mér gott að heyra það. Takk fyrir. Orðið er laust. Sigfús, gerðu. Já, forseti góði Settsson og fulltrúar. Ég veit ekki að ég er ekki svo sem alveg nóg djúpt inn í þessu máli en ég veit að skipulagsfulltrúi er að vinna drög að viðbrögðum við þessu erindi og samkvæmt því sem að ég hef svona heyrt af þeim viðbrögðum sem að munu fara út þá var landeigundum kynntir ákveðni valkostir legu landstarfastaða og niðurstaða þess samráðs var að ef Kiðaskarðsleið yrði á annan borð fyrir valinu og sú leið yrði þessi lína færi þar þá væru landeigendur samþykki því að hún væri samkvæmt þessari legu sem var sýnd í endanlegri tillögu aðalskipulagi og mér hefur ekki verið sýnt fram á annað og skipulagsfulltrúi er að vinna drög svörum í þessa veru þannig að það hefur ekki annað verið kynnt fyrir starfsmönnum sveitarfélagsins heldur Nei, það kemur þetta ekki fram í þessu bréfi hverjir skrifa undir hverju landeiganda það vísaði eldra bréf en þannig að við sjáum ekki alveg hverjir á bakvið en þetta er svona verið að vinna þessum drögum þannig að það mun fara svar til lögmannsstofu. Takk. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls þessum samþykkja þessa liði fundagerðarinnar gefur merki og þeir eru samþykktir samhliða. Já, finnst þér óhauð að sitja hjá við lið 11. Þegar þá erum við komin í lið 13 sem er byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirkja á Hofsósi. Þetta var fundur nummer 5 og 1 mál á dagskráni. Já, fundurinn var haldinn 11. febrúar síðastliðinn og 1 mál á dagskráni og það var grunnskólinn austan Vatnamötuneytis hús. Orðið er laust þennan lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls þeir sem samþykja afgreiðslu byggingarnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhliða.
Þá erum við komin í lið 14 sem er endur tilnefningi fræðslunefnd og það liggur hér fyrir tillaga að Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir verði skipuð formaður fræðslunefndar í stað Kristófers Más Maronssonar og aðrar tilnefningar hafa ekki borist, þannig að hún skoðast rétt kjörin. Þá fyrir við í lið 15, það er tillaga íbúakosningu byggingu menningarhús á Sauðárkróki og það barst til sveitarstjórnar tillaga frá Jóhönnu Ey Harðardóttur dagsett 22. febrúar 2026 það sem eftirfarandi tillaga og hún er svo að sveitarstjórn samþykkir að efna til íbúakosninga byggingu menningarhús á Sauðárkróki samhliða sveitarstjórnarkosningunum þann 16. maí 2026 jafnframt skal uppfærð og heildstæð kostnaðar og rekstraráætlun liggja fyrir eigi síðar en 2 vikum fyrir íbúakosningu. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhanna. Gjör svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og fundarritari. Ég ætla að fá að leggja fram hérna bókun sem er í raun greinargerð við tillöguna og hún er svohljóðandi. Þegar ráðist er jafn umfangsmikla framkvæmd á byggingu menningarhúss á Sauðárkróki er afar mikilvægt að slík ákvörðun sé tekin í skýru og umdeildu umboði íbúa sveitarfélagsins. Bygging menningarhúss er stór og fjárfrek verkefni sem mun hafa veruleg og langvarandi áhrif á fjárhag sveitarfélagsins, forgangsröðun fjármuna og getu þess til að sinna öðrum nauðbundnum verkefnum og þjónustu. Því teljum við eðlilegt að íbúar fái með beinum hætti að segja til hvort halda eigi verkefninu áfram. Nú þegar liggur fyrir ítarlega teikningar ætti að vera raunhæft að meta bæði heildar, framkvæmda og rekstrarkostnað. Þann 20. maí 2023 undirrituðu menningar- og viðskiptaráðherra og sveitarstjóri Skagafjarðar samkomulag stofnframlag að næmi 1.517 milljónum króna og yrði varið til 1252 fermetra viðbyggingar auk endurbóta á safnahúsi Skagfirðinga á Sauðárkróki. Samkvæmt samkomulaginu nemur heildarframlag ríkisins 60% og sveitarfélags 40%. Það er þá skýrt kveðið á að framlag ríkisins verður aldrei hærra en 910 milljónum króna. Kostnaðaráætlun sem stuðst við samkomulaginu er frá nóvember 2021 og í ljósi þess að byggingavísitala hefur hækkað 26% síðan þá er raunhæft að áætla að heildarkostnaður verkefnisins gæti orðið umtalsvert hærri en upphaflega var gert ráð fyrir. Þar sem framlag ríkisins er bundið við hámarks upphæð 910 milljónir fellur allur umframkostnaður sveitarfélagsins. Það felur í sér aukin fjárhagslega ábyrgð sveitarfélagsins og það með íbúa þess. Að ofangreindu ástæðum teljum við að fjárhagslega forsendur verkefnisins hafi breyst frá áður nefndum samkomulagi var gert. Það er því mikilvægt að íbúar hafi aðgang að öllum helstu upplýsingum áður en þeir greiða atkvæði. Nauðsynlegt er að kostnaðaráætlun, teikningar, rekstrarspár og mögulegar áhættur verði birtar opinberlega og aðgengilegar íbúum að lágmarki 2 vikum fyrir íbúakosningu. Það tryggir að íbúar geti kynnt sér málið, fengið svöru spurningum og tekið upplýsta ákvörðun byggða á staðreyndum fremur en óljósum upplýsingum eða vangaveltum. Einnig er mikilvægt að halda kynningafundi og gera gögnin aðgengileg á rafrænan hátt þannig að sem flesti geti kynnt sér málið á sínum forsendum. Bygging menningarhús hefur margvísleg áhrif. Slíkt hús getur skapað tækifæri til uppbyggingar menningu, lista, veitt starfsemi nýjan vettvang og styrkt samfélagi til framtíðar. Á sama tíma getur fjárhagsleg byrði verið veruleg og haft áhrif á aðra uppbyggingu, rekstur og þjónustu sveitarfélagsins til langs tíma. Það er því réttmætt að íbúar sjálfir meti hvort ávinningur vegi upp þennan kostnað. Greinargerð hér á ofan er sett fram til að tryggja að íbúar hafi skýra sýn á stöðu verkefnisins, fjárhagslega forsendu þess og það ábyrgð sem fylgir áframhaldandi framkvæmd. Með því að efna til íbúakosningar er tryggt að ákvörðun framhald verkefnisins byggja á skýru og óumdeilanlegu lýðræðislegu umboði íbúa. Þannig má tryggja að niðurstaðan verði farsæl fyrir samfélagið í heild og stuðla sátt niðurstöðu málsins. Undir þetta rita Jóhanna Ey Harðardóttir sem hér stendur og Sveinn Finnster Úlfarsson. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust. Fundarlið? Já. Það er óskum fundarlið, við tökum fundarlið.
við höldum það áfram fundinum og orðið er laust. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Nú. Þú bara gera svo vel. Jú, kæru sveitarstjórnar fulltrúar og forseti alls. Það er alltaf. Hún er búin að lesa það sem ég er að fara að lesa. Þetta er alltaf. Já, kæru sveitarstjórnar fulltrúar og forseti og sveitarstjóri. Ég ætla að koma upp og gera grein fyrir atkvæði okkur. Og sem er leið bókun og hún hljóða svo: við í VG og óháðum erum hjartalega sammála því að stærri og veigamiklar ákvarðanir að það eigi að leita til íbúa með íbúakosningu. En að okkar mati þá er það hins vegar of seint að fara þá leið í þessu tilviki. Atkvæðagreiðsla í vor myndi raska tímalínu verkefnisins verulega og þar með stefna í hættu mótframlagi ríkisins sem er bundið við þessa tímalínu. Þann 10. maí 2023 var lögð fram tillaga skipulagsnefndar að auglýsa skipulagslýsingu gerð deiliskipulags fyrir Flæðar og Sauðárkróki samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og það var samþykkt með öllum atkvæðum sveitarstjórnar. 9 atkvæðum. Líka atkvæðum byggðarlista. Tillagan hefur nú farið í gegnum lögbundið kynningaferli, þar að segja skipulagslýsingu, kynningu á tillögu á vinnslustigi og nú síðast í auglýsingu deiliskipulagstillögu. Og er tilgangur þessara ferla meðal annars lýðræðislega aðkoma að verkefninu þar sem allir geta sent inn umsagnir. Einn íbúi skrifaði umsögn vegna deiliskipulagsins og hafði sá áhyggjur af skuggavarpi á nærliggjandi húsi í hans eigu. Aðrar athugasemdir bárust ekki frá íbúum Skagafjarðar. Undirbúningur þessara ferla allra átti sér stað í skipulagsnefnd hvar fulltrúi byggðarlista hafði atkvæðisrétt og hreyfði aldrei mótmælum við áformunum. Þau voru þar samþykkt samhljóða. Þannig að við í VG og óháðum við sitjum hjá við afgreiðslu þessara tillögu. Takk. Orðið er laust. Það er enginn á mælskrá, þannig ég ætla að biðja orðið og með leyfi varaforseta. Ég bara segi að það er mér finnst bara ekki eins og valkostur að hugsa það að fara að kjósa þetta núna. Þetta máli búið að vera í vinnslu svo lengi og búið að vera öllum ljóst að hverju hefur verið stemt og að hverju hefur verið unnið og búið að vera að vinna þessi í mörg ár. Skrifum undir við ríkið 2023 og erum bara á fullu í þessu búið að halda 7 fundi í byggingarnefndinni og fara í hönnunarsamkeppni, skipa dómnefnd, við setjum sjálf í henni hér, fulltrúar frá öllum flokkum og mér finnst bara engin rök fyrir því að fara með þetta í íbúakosningu, ekki frekar en aðra framkvæmdir sem við erum í. Við erum bara í Hafnagarðinu til dæmis. Það verður nú verkefni sem sveitarfélagi mun sem að borga með allavega hátt í milljarð áður en að það verður búið og ég bara til ekki þörf eða skynsamlegt á nokkurn hátt að fara með þetta í íbúakosningu og legg fram eftirfarandi bókun sem hljómar svo. Fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar Skagafjarðar lýsa undrun á þessari tillögu fulltrúa byggðarlistans að fara núna í íbúakosningu byggingu menningarhús á Sauðárkróki. Áþekkt tillaga íbúakosningu staðsetningu og notkun á væntanlegu menningarhúsi var lögð fram af hálfu VG og óháðra í byggðaráði skömmu fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar og var þá felld en fulltrúi byggðarlistans satt hjá við atkvæðagreiðsluna. Rétt er að minna á að skrifað var undir samning við ríkið byggingu menningarhús vorið 2023
en forsaga þess var löng og hefur oft verið rakin. Síðan þá hefur verið unnið að undirbúningi framkvæmdarinnar með margvíslegum hætti sem byggðarlistin hefur haft fulla aðkomu að. Meðal annars búið að fara í hönnunarsamkeppni útlit og skipulag á fyrirhuguðu menningarhúsi og þar átti byggðarlistin sinn fulltrúa í dómnefnd. Einnig búið að vinna að gerð deiliskipulags á svæðinu sem nú á lokametrónum ásamt því að haldnir hafi verið 7 fundir í byggingarnefnd hússins þar sem fulltrúi byggðarlista hafa átt sæti og tekið þátt í allri umfjöllun framgang málsins og næstu skref. Gert er ráð fyrir að fyrstu gögn til útboðs á jarðvinnu verið tilbúin miðjan mars næstkomandi og að framkvæmdir hefjist í apríl-maí. Allt undirbúningsferlið hefur unnið samkvæmt fyrirliggjandi þarfagreiningu sem unnin var af þarfagreiningarnefnd sem allir stjórnmálaflokkar í Skagafirði áttu sæti í og tóku þar af leiðandi þátt í. Var hún jafnframt grunnurinn að samningnum við ríkið og fjárhagslegri aðkomu þess. Það er því mjög sérstakt að vilja núna fara að láta íbúi kjósa hvort byggja í húsið eða ekki þegar verkið er rétt að fara af stað. Endaleg kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir en unnið er samkvæmt þeirri þarfagreiningu sem lagt var upp með ásamt áætlun kostnaði og kostnaðarskiptingu í áður nefndum samningi við ríkið. Líklegt má samt telja að kostnaður verði eitthvað hærri en þar var lagt upp með vegna meðal annars verðlagsbreytinga í landinu frá árinu 2023 ásamt því að sá samningur nær eingöngu yfir húsin sjálf en ekki frágang á nærumhverfi. Gert er ráð fyrir að fyrirhugum framkvæmdum ljúki í árslok 2027 en fyrir liggur að héraðsbókasafn Skagfirðinga, héraðsskjalasafn Skagfirðinga og hluti af byggðasafni Skagfirðinga verða með aðstöðu í húsnæðinu en allar þessar stofnanir sveitarfélagsins eru nú þegar með umfangsmikla starfsemi en vantar bætta aðstöðu. Rekstur á sjálfum fjöllistasalnum og aðstöðunni tengdri honum er í vinnslu en með tilkomu þessara aðstöðu með núverandi notkun á félagsheimilinu Bifröst að stærstu hluta flytjast yfir í nýtt menningarhús og því ekkert sem bendir til að rekstrarakostnaður muni hækka umfram það sem eðlilegt getur talist af stækkun sem þessari. Það er trú okkar að tilkoma þessa hús muni hafa mjög jákvæð áhrif á menningarlíf og varðveislu menningararfs í Skagafirði. Ásamt því að til verður fjöllistasalur sem er helmingi stærri en núverandi salur er í Bifröst og mun þannig auka mjög og bæta alla möguleika til sviðslistasýninga og tónleikahalds á Sauðárkróki. Ásamt mörgu fleiru sem verður menningarlífi Skagfirðinga til hagsbóta. Það verður því gleði dagur þegar þessi glæsilega menningar miðstöð verður risin og starfsemin hefst í húsinu. Þá tek ég aftur við fundarstjórn og orðið er laust. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það var nú skemmtilegt að sögu skýringunni hjá Einari, hérna rétt á það. Við fengum mikið af henni. Og það er nú alltaf mjög gott. Og ég er nú bara svona pínu hissa. Nú er náttúrulega ekki, við veitum það nú kannski bara á hlenninni, að það er náttúrulega ekki búið að framkvæma neitt nema það er búið að teikna og það er búið að fara í alls konar hönnunar vinnu og sem er bara mjög gott með svona stórt hús. En ég bara hef fulla trú á því að það væri sko verkefninu, sérstaklega verkefninu bara til heilla. Ef fólk fengi bara kjósa það og þá kæmi bara, ég er bara ekkert að þetta er endilega fælt, ég er ekkert að segja og ég er ekkert á móti í sérstaklega, það er ekkert þannig sem er. En ég held bara sem samfélag að því þetta er náttúrulega, við erum ekki að fara að borga þetta, það er alveg örugt. Það er náttúrulega bara íbúar samfélagsi sem er að fara að borga þetta og ég bara treysti þeim fullkomlega til að taka upplýst ákvörðun þetta núna þegar búið er að hanna þetta og búið að tekna það, maður heyrir náttúrulega alls konar að því fólk hefur aðalega fengið bara þessi útlitsmynd og ekki neitt annað. Það er náttúrulega alls konar í
gangi sögur og hitt og þetta og svona. Þannig ég held að bara það væri það besta fyrir verkefnið að fólk fengi bara að segja, vill að bara gera þetta eða ekki. Og að því Einar var nú svo góðu sögurskýringunum áðan, þá ætla ég að fara í smá sögurskýringu, því það er nú svo skemmtilegt. Það var hvað ég að segja, fyrir svona 2018-19, þá var lagt hér í sveitarstjórn fram samningur tiltekið hús sem átt að fara í og við aðalgötunni. Þar var nú einmitt lögð fram tillaga að fara í íbúakosningu eins og með það verkefni og við vitum það nú kannski öll bara hérna inni að fólk það dálítið í 2 fylkingum með það að hafa farið í það og ég til dæmis held að ef það hefði til dæmis verið samþykkt, það er náttúrulega engin, það er sömu flokkarnir sem í meirihluta en það er engin af núverandi sveitarstjórnarfulltrúum sem samþykkt þetta. Það er ekkert mál að samþykkja hitt og þetta og þurfa svo kannski ekki að bera ábyrgð á því seinna en það þarf að hugsa þetta verulega fram í tíman, finnst mér. Þess vegna held ég að eins og með það verkefni, ef það hefði til dæmis bara fengið að fara í atkvæðagreiðslu og þá hefði fólk bara geta sagt já eða nei við því og þá hefði það farið. Og ég held að sé eins með þetta verkefni. Ég held að bara ef þetta samþykkt, þá það svo miklu meiri samstaða að fara í þetta ef fólk myndi núna þegar þetta alltaf að vera tilbúið að því þetta ekki að setja neitt í uppnám held ég þá að taka fyrstu skóflustungun eftir 2 mánuði og kosningarnar 10. maí nei 16. Þannig að ég allavega deili ekki þessum skoðunum með háttvirtu meirihluta. Svo var ég nú búin að skrifa dálítið grein sem ég langaði nú kannski að birta. Það er spurning hvort ég bara lesa hana svona til gamans. Hún íbúalýðræði. Íbúakosningar sem lykilverkfæri í íbúalýðræði. Íbúalýðræði hefur á síðustu árum orðið sífellt mikilvægara hugtak í stjórnsýslu sveitarfélaga. Það lýsir þeirri stefnu að íbúar eigi ekki aðeins að vera kjósendur á 4 ára fresti, heldur virkir þátttakendur í mótun nærsamfélagsins. Ein af áhrifaríkustu leiðunum til að efla slíka þáttöku íbúakosningar. Þar sem íbúar fá að taka beina ákvörðun í stórum málum sem varða sveitarfélagið, þjónustu þess og framtíð samfélagsins. Íbúakosningar styrkja lýðræðislega hefð með því að færa vald nær fólkinu. Þegar stór mál koma upp, til dæmis staðsetning skóla, skipulagsmál, uppbygging innviða, umhverfisverkefni eða fjárfestingar í þjónustu, geta íbúar haft raunverulega áhrif með því að greiða atkvæði valkosti. Með þessu verður stjórnsýslan bæði gagnsærri og ábyrgari, þar sem ákvarðanir byggjast á vilja samfélagsins í heild fremur en aðeins á mati kjörnara fulltrúa. Ein helsta ástæða þess að íbúakosningar nýtast vel svo að þær skapa vettvang fyrir breiðari og upplýstari umræðu. Sveitarfélag sem skipuleggur slíkar kosningar þarf að tryggja að upplýsingar málið séu skýrar, aðgengilegar og hlutlausar. Þetta þrýstir á stjórnsýsluna að vinna faglega og opið sem skapar traust milli íbúa og sveitarstjórnar. Þegar fólk fær að taka þátt í ákvörðunum eigið nærumhverfi, eykst tilfinning þess fyrir ábyrgð á samfélaginu. Þetta getur leitt til betri ákvarðana því fólk sem býr á svæðinu skilur betur hvað það þarf og hvað skiptir máli. Íbúakosningar gefa öllum íbúum sama tækifæri til að hafa áhrif. Þetta á sérstaklega við í málum sem hafa áhrif á lífsgæði allra, óháð aldri, stöðu, tekjum eða bakgrunni. Þáttaka í hefðbundnu lýðræði getur oft verið takmörkuð við þá sem eru mjög áhugasamir stjórnmál eða eru virkir í félagsstarfi.
Íbúakosningar rjúfa þá hindrun og bjóða öllum upp á jafnt rými til að taka þátt. Auk þess er hægt að hanna íbúakosningar þannig að þær séu aðgengilega sem flestum. Sveitarfélög geta bætt þáttökum með rafrænum kosningum, upplýsingafundum, ráðgjöfum og gagnvirkum lausnum á netinu sem auðvelda fólki að kynna sér málin. Þegar íbúar hittast til að ræða stór mál sem snerta samfélagið, mynda samstaða og samkennd. Fólkið fær að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hlusta á aðra. Slíkt getur aukið samfélagslega virkni, bætt samskipti milli íbúa og aukið áhuga á þáttöku í samfélagsstarfi almennt. Eftir íbúakosningu verða íbúar oft meira meðvitaðir mikilvægi þess að fylgjast með og taka þátt í málefnu sveitarfélagsins. En ég ætla að skjóta svona aðeins bara hérna inni eins og Álfhildur sagði, það var lítið sem kom athugasemdum og svona, það var vegna þess að fólk bara kynnti sér þetta örugglega ekki og það var bara ekkert með mikla skoðun á þessu, fyrir en kannski bara í lokin þegar, við getum kannski tekið bara gott dæmi hérna með tjálsvæðin hérna uppi sem átt að gera fyrir ofan Sauðá, hvenær komu íbúar og voru ekki ánægðir, var það ekki í lokin? Ég held það. Ég held áfram. Sveitarfélag sem notast við íbúakosningar sýnir vilja til að treysta íbúum sínum og leyfa þeim að hafa rödd í stóru málunum. Þetta getur bætt samskipti milli kjörinna fulltrúa og almennings, aukið gagnsæi og minnkað líkur á gagnrýni ákvarðanir séu teknar án samráðs. Þegar íbúar fá að taka þátt í ákvörðunum stuðlaði það að meiri samþykkt og sáttum niðurstöðu, þó ekki allir séu sammála endilegri niðurstöðu, er almennt meiri virðing borin fyrir ferli ef raddir allra fengu að heyrast. Takk fyrir þér. Takk fyrir það. Orðið er laust. Hrund, gerðu svo vel. Forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri, starfsmaður og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er bara virkilega ánægð að við skulum vera komin svona langt með skipulagi fyrir byggingu nýs menningarhús á Sauðárkróki. Þetta er við búin að horfa á í mann valla hvenær þetta byrjaði, ætlaði ekki verið 95 en svo var ég nú að skoða gamlar stefnuskrár hjá okkur og þetta er nú allavega búið að vera á kosningalofur hjá okkur síðan 2006, þannig að það eru komin 20 ár. Þannig að ég reikna nú með að þeir sem að kusu okkur og kusu jafnvel Sjálfstæðisflokkin síðast sem var með þetta líka á sinni stefnuskrá, þeir kusu náttúrulega þessa framkvæmd. Ef fólk hefði verið í mjög mikið á móti þessu, það er líklega kosið eitthvað annað. En gott og vel, það er bara, ég hefði viljað kannski sjá þessa tillögum könnun koma miklu fyrr. Við erum bara komið langt inn í þetta verkefni. Ég heyri, kannski, ég veit ekki, ég er kannski inn í einhverjum bergmálshelli, en ég heyri nú bara mjög mikla ánægju með að þetta sé loksins að verða að veruleika. Fólk er búið að fylgjast með þessu áratugum saman. Loksins erum við að fara að sjá sómasamlega byggingu fyrir héraðsbókasafnið okkar, skjalasafnið, byggingararfin okkar sem er geymdur í kössum hér og þar. Þetta eru hlutir sem við þurfum að varðveita. Loksins verður almennilega aðstaða fyrir sviðslistir og ég er bara virkilega ánægð með að þetta sé nú allt saman að verða veruleik og ég bara varðandi þessa íbúakönnun, já, hún hefði þurft að koma fyrr ef að fólk hefði viljað það. Ég lít bara á niðurstöðu kosningar sem já við þessari spurningu. Þetta var mjög fallegt allt sem að sveit kom inn á varðandi íbúalýðræðið og allt í blóma en ég veit ekki alveg hvernig við eigum að komast gegnum lífið ef við ætlum að láta kjósa allan skapaða hluti og hvar ætlum við að stoppa? Hversu langt ætlum við að ganga? Þannig að ég já, ekki fleira frá mér. Takk fyrir það. Orðið er laust. Ég held að Jóhanna hefur verið undan. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar, fundarritari.
Ég ætla að koma hérna upp og byrja á því að árétta og koma hér framfæri að fulltrúa biðlistans sátu hjá þegar var verið að afgreiða deiliskipulag nú 21. janúar síðastliðina í mann rétt á síðast sveitarstjórnarfundi. Það komi hérna inn á áðan rund með tímasetninguna. Tímasetning núna sýnir kannski það að fólk er getur meira verið meðvitað og upplýst hvað það er að taka ákvörðunum í íbúakosningu þar sem að teikningar líka fyrir að grófleiti varðandi útlit og stærðsalar og svo framvegis. Þannig að fólk fær svona betri möguleika að taka upplýsta ákvörðun, ekki bara menningarhús eða menningarhús. Þú veist, það getur verið svo ólíkt. Hvað felur felst í þessu orði og það er kannski ástæða tímasetningarna núna að við lögum nú fram tillögu þegar það átti að undirrita samning það að fá fyrst fram áður en þannig undirritaður rekstraráætlun þannig að við vissum hvaða áhrif þetta myndi hafa á fjárhag sveitarfélagsins til framtíðar. Þeirri tillögu var hafnað í mann rétt og ekki taldar að væri komnar nægilega forsöndu til þess að geta gert slíka áætlun. Ég vil meina að þær séu þá komnar núna og væri þá hægt að leggja fram þessar rekstraráætlun þannig að við vissum hvað við værum að fara út í og íbúar myndu vita það, hvað áhrif þetta að fara að hafa á framgang annara verkefna í sveitarfélaginu. Við vitum það bara að viðhaldsskuld víða, þörf er á framkvæmdum víða í sístækkandi öllu samfélagi sem við búum í. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi koma framfæri og fá að upplýsa. Takk. Takk fyrir það, Álfhildur. Já, takk. Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og forseti. Ég vil nú líka árétta það að fulltrúi byggðarlista í skipulagsnefnd er ekki með atkvæðarétt núna þessu ári. Það var með það 2 fyrstu árin og satt ekki hjá þegar að málin voru í afgreiðslu á þeim tíma sem hann hafði atkvæðarétt. Þakka líka Einari fyrir söguskýringar. Bíð eftir hann byrja með hlaðvarp. Hann er góður í þessu og það var ágætt að hann rifjaði mitt upp að VG og OH lögðu fram þessa tillögu íbúakosningu. Við minnir þetta hafi verið í apríl 24. Getur það ekki verið, Einar? Ég held að það hafi verið í apríl 24 og því var hafnað og áhugavert einmitt að fulltrúar biðlista sátu hjá þá en stutt okkur ekki í því. Því það kannski var tímapunkturinn til þess að ákveða hvort að íbúar ættu að hafa rödd eða ekki í þessu verkefni áður en að farið út í bara mikla fjárfestingar í verkefninu. Því við erum búin að fara út í mikla fjárfestingar og hönnunarsamkeppni og allt þetta sem Einar rakti. Ég vil líka taka undir það sem Hrund sagði með bæði taka undir það og ekki taka undir það. Ég vil líka segja að það þarf ekki alltaf fyrir íbúakosningu en þetta er vissulega valmöguleiki og valmöguleiki sem mætti nota og við erum ekki dugleg við það og eins og Sveinn sagði það komu fáar ábendingar í gegn gáttina og ég held að það sé svolítið svona það væri gaman ef næsta sveitarstjórn myndi taka það sem aukaverkefni að auka áhuga íbúa á slíkum málum og það er hægt með einmitt að setja fram kannanir eða íbúakosningar. Ég man til dæmis að við settum á Facebook síðu sveitarfélagsins einu svona ósk nöfn á götum í Varmahlíð og það var bara ótrúlega gaman og fólk alveg heldi sér í það að senda inn tillögur og slíkt og við megum vera duglegri við þetta, bara fá íbúa með okkur og hafa skoðanir og hlusta á þau, bara með svona líka skemmtilegum hætti. Þannig að ég vona að það verði veganesti næstu sveitarstjórnar, af því við vorum ekki góðið í kannski. Hins vegar vil líka taka undir það sem Hrund sagði að niðurstöðu kosninga gefa náttúrulega til kynna hvað meirihluti íbúa vill og það hefur verið afstaða okkar í VG og óháðum og ég hef nú sagt það á öðrum vettvangi en kannski ekki þessum að óháð okkar skoðun á verkefninu og þó að við vildum setja þetta íbúakosningu sem var ekki gert og slíkt þá virðum við þá skoðun að íbúar kusu þennan meirihluta til að taka veigamiklar ákvarðanir og höfum litið á okkar verkefni í þessu tiltekna verkefni að reyna þá að bæta það eins og við getum okkar aðkomu. Það hefur verið svona okkar við höfum litið það á sem okkar verkefni, ekki vera á móti bara til að vera á móti, þó að þetta kannski hefði ekki verið endilega okkar val að skuldbinda sveitarfélagi með þessum hætti.
Svo ég ger nú bara grein fyrir okkar afstöðu og hvetju leið þá sem hér verða áfram næsta kjörtímabil í að lyfta íbúum aðeins meira með okkur í ákvarðanatöku með ýmsum skemmtilegum hætti, því það hægt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Gulli gerði svo vel. Ég var rífast í kökundan. Já, sveitarstjórn fulltrúar sveitarstjóri og ég ætla nú bara aðeins að koma upp og það er mér líka kannski í þessar umræðu þá er alltaf að tala um menningarhús. En eins og við komum áðan í bókunum okkar að þetta er náttúrulega miklu meira menningarhús. Þetta er svona hálfgeim bara menningarmiðstöð eða miðstöð menningasafna. Þannig að ég held að það sé líka svona afvegalega umræðuna að einhverju leyti. Síðan er mikið talað um fjárhag sveitarfélagsins og við langar líka að benda bara það að það er búið að gera áætlun núna til 2029 og það er ekki að sjá í þeirri áætlun og þetta getur margt breyst og þetta er langtíma áætlun, við veit það. En við stöndum bara nokkuð vel þó við séum með stóra fjárfestingar á stóru vígstöðum, nefnum höfnina, menningarhúsið, mögulega þetta verknámshúsið inn, við erum að fara í framkvæmdir, halda áfram með framkvæmdir skólamannvirkja á Hofsósi og svo má telja meira upp, bara þetta sem ég man upp núna svona í þessum stóru framkvæmdum. Þannig að ég held að svona, hvort að húsið, þessi íbúakosning, hún alltaf er að koma alltaf seint eins og hefur komið hérna fram, en þetta er svona, þetta með fjárhæðin, ég tengi ekki alveg við það, svona heilt yfir. Takk fyrir. Þá hefur Sveinn beðið orðið, gerð svo vel. Forseti, sveitarstjóri og getur sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er nú fínar umræður, þakka fyrir þær. Og ég held að þessi tillaga með íbúakosningar, það kom nú fyrir held í kosningar. Ég held að Einar hafi nú komið einmitt inn á það, hafi komið fyrir kosningar þarna síðast. Ekki 24. Þannig að það er eins og ég sagði á hann, það var kannski aðrið þá við stýrið eins og sagt er. Og já, Hrund kom hérna inn og var að tala um kosningalofur, það voru gaman að fara að tala um þau. Hvort að fólk kaus bara Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn út af menningarhúsi. Gæti verið að einhverjir foreldrar hafi kosið Sjálfstæðisflokkinn að þeir lofuðu að hækka foreldragreiðslu í 250.000 á mánuði? Ég veit það ekki. Gæti verið. Það var eitt af því. Svo mann í annað. Klára byggingu íþróttahús í Hofsósi. Gæti það hafa verið það? Eða var það bara menningarhús og Sauðárkróki? Við verðum meira bara að spyrja kjósendurna að því. En ég held að það voru erfitt að tína eitthvað eitt út, en þarna eru stór kosningalofur sem hafa ekki verið hefnd. En ég þakka bara fyrir umræðuna. Takk. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem að hafa óskað eftir að taka til máls. Og við tökum það fyrir þessa tillögu, ég lesa hana bara aftur upp, þið skildu vera búin að gleyma henni. En hún er svona, hún er lögð fram af fulltrúum byggðarlista og hún hljómar svo: sveitarstjórn samþykkir að efna til íbúakosningar bygging og menningarhús á Sauðárkróki samhliða sveitarstjórnarkosningunum þann 16. maí 2026. Jafnframt skal uppfærð og heildstæð kostnaðar og rekstraráætlun liggja fyrir eigi síðar en 2 vikum fyrir íbúakosningana. Þeir sem styðja þessa tillögu gefa merki. Það eru 2 sem styðja hana. Þeir sem er á móti tillögunni gefa merki. Það eru 5 á móti og fulltrúar VG og óhörðu sitja hjá. Þá erum við komin að lið númer 16 sem er gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026. Þessu er vísa frá fundi byggðarráðs sem var haldið 30. janúar. Þetta var áður til umfjöllunar á fundi félagsmála tómstundanefndar
Þar samþykti nefndin samhljóða uppfærða gjaldskrá og vísa henni til byggðaráðs og afgreiðsla byggðaráðs var svo að byggðaráð samþykti samhljóða uppfærða gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026 og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem óskar að taka til máls. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið nummer 17 sem viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2026 og þessu vísað frá fundi byggðaráðs sem haldið var 11. febrúar síðastliðinn en þar var lögð fram beiðni gerð viðauka sem var fyrsti viðaukinn fjárhagsáætlun ársins 2026. Helstu breytingar það voru fjölgun stöðugilda á málaflokki 01, það vinna við nýja heimasíðu fyrir Skagafjörð vegna lokunar núverandi vefkerfis, flutningur aðstöðuhús og undirbúningur tjaldsvæðis á Nöfum. Niðurstaðan lækkun á handbæru fé um 20,2 milljónir og afgreiðsla byggðaráðs var að byggðaráðs samþykki samhljóða framleiða beiðni viðauka nr. 1 í fjárhagsáætlun 2026 og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu. Þeir sem að samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá var það liður nr. 18 sem viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2026 og þessu vísað frá fundi byggðaráðs sem að haldið var 19. janúar síðastliðinn. Þar var lögð fram beiðni gerð viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun 2026. Það voru breytingar í framlagðri beiðni gerð ráð fyrir aukningu útgjalda 5.850.471. Helstu breytingar eru tímabundin aukning hálft stöðugildi á málaflokki 04 og kaup á búnaði í bifröst vegna kvikmynda og leiksýninga. Niðurstaðan lækkun á handbæru fé sömu fjárhæð, það 5.850.471 og afgreiðsla byggðaráðs var að byggðaráð samþykki samhljóða framleiða beiðni viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun 2026 og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu. Sigurlaug Vordís víkur afgreiðslu á þessum lið. Orðið laust. Það engin sem skal taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og hún samþykkt með 8 atkvæði. Þá komum við í lið nr. 19, það umsagnarbeiðni, það endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar. Það aðalskipulag frá 2012 til 2024 og þetta að tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 22. janúar en þar óskaði Hörgársveit eftir umsögn Skagafjarðar vegna kynningar og tillögu á vinnslustigi fyrir nýtt aðalskipulag, það fyrir endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar fyrir árabilið 2012 til 2024 og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til í sveitastjórn að gera ekki athugasemd við vinnslutillögu fyrir endurskoðun aðalskipulags Hörgársveitar 2012 til 2024. Orðið laust þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það liður nr. 20 og það urð á Reykjaströnd, Skagafirði, umsóknum breytingu á landheiti ásamt umsóknum stofnun landspildu og þessu vísa frá fundi skipulagsnefndar 22. janúar síðastliðinn. En þar lá fyrir beiðni frá Sigfríði Jódísi Halldórsdóttur sem þinglistu eigandi jarðarinnar urð á Reykjaströnd þar sem hún óskar eftir breytingu á landheiti jarðarinnar þannig að það fái staðfangið steinn. Einnig óskar hún eftir heimild til að stofna 10.000 fermetra spildu úrlandi jarðarinnar sem urð og það jafnframt óskað eftir að þessi útskipta lóð verði skráð sem íbúðarhúsalóð og skipulagsnefnd hún samþykkti samhljóða að leggja til við sveitastjórn að samþykkja umbeðin landskipti og jafnframt samþykki skipulagsnefnd samhljóða umbeðin nafnleyfi. Orðið laust þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Síðan komum við í lið nr. 24 sem heitir Borgarflöt deiliskipulag og þessu vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldin var 5. febrúar síðastliðinn.
Þar var farið yfir samantekt á innsendum umsögnum við deiliskipulagstillögu fyrir borgarflutt 35 Sauðárkróki sem var í kynningu dagana 27. nóvember 2025 til 9. janúar 2026. Á því tímabili þá bárust 4 umsagnir en það gáfu ekki tilefni til breytinga og skipulagsnefnd skrifaði hérna að vegna framkominna upplýsinga frá framkvæmdasýslu ríkisins varðandi fyrirhugað leiguútboð á uppbyggingu frumhús Háskólans á Hólum leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að lóðinni verði skipt upp í 3 lóðir, það er borgarflutt 35, 37 og 39. Og afgreiðsla nefndarinnar var þá svona: skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja tillöguna að deiliskipulagi borgarflutt 35 Sauðárkróki og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er liðið nr. 25 sem er Sauðárkrókshöfn, deiliskipulagsbreyting og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 5. febrúar síðastliðinn. En þar var lögð fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir deiliskipulag hafnasvæðisins á Sauðárkróki fyrir lóðirnar Háeyri 6 og Háeyri 8 og breytingin felst í því að lóðirnar, þessar 2, þær eru sameinaðar í lóð sem á þá að heita Háeyri 6 og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagsbreytinguna fyrir Sauðárkrókshöfn, Háeyri 6 og 8 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og í samræmi við 5. grein hafnareglugerðar fyrir hafnir Hafnasjóðs Skagafjarðar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er liðið nr. 26, það er Langaborg, beiðni heimild til að vinna deiliskipulag. Sigurlaug Vordís víkur undir þessum lið. En þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem að haldin var 5. febrúar síðastliðinn. Þar var lögð fram deiliskipulagstillaga fyrir Lönguborg í Hegranesi í Skagafirði unnin af Stoð EHF verkfræðistofu. Tekið hefur verið tillitið þeirra umsagna sem bárust við skipulagslýsinguna við gerð á þessari deiliskipulagstillögu og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir Langaborg í Hegranesi samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki og hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá komum við liðið nr. 27 sem er Skagfirðingabraut 45 Sauðárkróki. Önnur hæð, beiðni heimild til að stækka svalir og þetta var til umfjöllunar á fundi skipulagsnefndar 5. febrúar. En þann 18. júní 2025 þá tók skipulagsnefnd Skagafjarðar fyrir umsókn umsækjanda eigenda íbúðar á annarri hæð Skagfirðingabrautar 45. Skipulagsnefnd hún samþykkti samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að grendarkynna framkvæmdina fyrir lóðarhöfum Skagfirðingabrautar 43, 45, 47 og 49 ásamt lóðarhöfum og öldustígi 1, 3, 5 og 7 og bárustígi 1, 2 og 4. Sveitarstjórn samþykkti svo að fara í grendarkynningu 23. júní. Síðan var farið í vinnu og þetta fór í umræðu og til að draga þetta svona svolítið saman að þá kom inn ný og breytt umsókn frá umsækjendum þannig að skipulagsnefnd að hún hafnaði fyrstu umsóknin sem kom og núna liggur fyrir sem sagt ný beiðni þar sem búið að taka tillit til athugasemda sem komu fram í umræðum málið og það sem skipulagsnefnd samþykti svo að gera þá með nýju umsóknina var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn
að framkvæmdin verði grendarkind fyrir lóðarhöfum Skagfirðingabrautar 43, 45, það eiganda neðri hæðar, 47 og 49 og Öldustígs 1, 3, 5 og 7 og Bárustígs 1, 2 og 4. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu skipulagsnefndar grendarkynningu gefur merki. Nei, orðið laust fyrir gefið ef einhver vill. Víkja. Sigurlaug Vortis víkur undir þessum lið. Orðið laust afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Nei, hérna hún samþykkt 8 atkvæðum fyrirgefið. Þá eru komin í lið 28 sem eru Naðir, Sauðárkróki, það umsókn framkvæmdarleyfi og stofnun byggingareits. Þetta var tekið til þessu vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið á 5. febrúar síðastliðinn, en þar lá fyrir bréf frá Hjörvari Halldórssyni, sviðstjóra veitu og framkvæmdasvið Skagafjarðar fyrir hönd Skagafjarðar, eiganda lóðarinnar lóð 14 á Nöfum og Skagfirðingabrautar, landnúmerið 14 3721, þar sem óskar eftir stofnun á 2500 fermetra byggingareits og framkvæmdarleyfi á lóðinni lóð 14 á Nöfum, Sauðárkróki. Með að ræða byggingareit fyrir 60,4 fermetra aðstöðuhús, snyrtingu. Það ekki gert ráð fyrir fleiri byggingum á þessum byggingareit og áætlað að framkvæmdir hefjist í febrúar eða mars 2026 og að þeim verið lokið í júlí 2026. Skipulagsnefnd, hún samþykkir með 2 atkvæðum að fallast á rök umsækjanda að ekki sé þörf á grendarkynningu vegna málsins og að fyrirhuguð uppbygging samræmis bæði gildandi og auglýstu aðalskipulagi Skagafjarðar 2025-2040 og að fyrirhuguð staðsetning aðstöðuhús skerði hagsmuni annara en umsækjanda með neinum hætti, hvað varðar landnotkun, skuggavarp, innsýn, aðgengi eða aðra umhverfisþætti. Og jafnframt þá samþykkti skipulags- og byggingarnefnd samþykkti einnig með 2 atkvæðum að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit og heimila umbeðina framkvæmd, en bendir jafnframt á að sækja þarf byggingarleyfi til byggingarfulltrúa vegna ætlaðar tilfærslu hús. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórnarfulltrúa, sveitarstjórafundarritari. Ég ætla að fá að leggja hérna fram bókun fyrir okkur fulltrúa biðlistans. Hún svo hljóðandi. Við teljum mikilvægt að horfa til framtíðar þegar unnið að framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins og undrum okkur á því að ákveðið sé að færa aðstöðuhús tjaldsvæðis upp á Nafir þegar ekki hefur verið tekin ákvörðun framtíðar staðsetningu tjaldsvæðisins. Nú þegar búið að ráðstafa flæðunum í annað. Að leggja í kostnað að vinnu við flutning og undirstöður undir aðstöðuhús þegar óvistur hvort það muni standa þarna til lengri tíma teljum við ekki til eftirbreytni. Orðið laust. Það ekki fleiri sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún fyrst Vinstri græn óháð að sitja hjá til samþykkt með 5 atkvæðum og fulltrúa biðarlista og Vinstri græn óháð að sitja hjá. Þá verður komin að lið nr. 29 og það Kross í Óslandslíð. Það umsóknum stofnun byggingareits og þetta var tekið fyrir þessu vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 5. febrúar síðastliðinn, en þar sótti Þorvaldur Ingi Guðjónsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Kross í Óslandslíð, að óskaði eftir heimild til að stofna 3900 fermetra byggingareit á landi jarðarinnar. Að ræða byggingareit fyrir nýtt fjós, þar sem hámarks byggingamagn verður
1200 fermetrar og hámarks byggingahæð verður 10 metrar frá golfi í mæni og þak verður tvíhallandi. Þetta síðan rakið hér áfram, til nú kannski ekki þurfa að fara yfir það allt saman, en afgreiðsla skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit að fenginni jákvæðri umsögn minjavarðar. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það enginn sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samhljóða. Þá komum við að lið 30 og það umsókn stofnun Landspildu, vísa frá fundi skipulagsnefndar 5. febrúar, en það Sigurður Baldursson, Guðrún Kristín Jóhannesdóttir og Ívar Sigursson fyrir hönd Páfastaða EHF sem óska eftir heimild til að stofna 2495 fermetra spildu og landi jarðarinnar sem Útvík 5 og með í gögnunum eru afstöðu uppdrættir af þessu og afgreiðsla skipulagsnefndar var sú að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samhljóða. Þá komum við að liði númer 31 sem eru Syðri Hofdalir. Í Hofstaðaplássi í Skagafirði umsóknur landskipti og byggingareit. Vísa frá fundi skipulagsnefndar 5. febrúar en það Atli Már Traustason, Ingibjörg Klara Helgadóttir og Ingibjörg Onnegård og Trausti Kristjánsson fyrir hönd Hofdalabúsins sem óska eftir heimild til að stofna 9338 fermetra spildu úr landi jarðarinnar sem Brotholt. Landheiti útskiptra spildu það vísa til örnefnis á svæðinu og síðan óska umsækjendur einnig eftir heimild til þess að stofna 535 fermetra byggingareit innan útskiptu spildunar og þetta byggingareitur fyrir íbúðarhús. Skipulagsnefnd, byggingareiturinn, kannski taka það fram að þessi byggingareitur sem hér sótt hann í 70 metra fjarlæg frá Siglufjarðarvegi sem stoppvegur af tegundinni C8 og það því óskað eftir undanþágu frá fjarlægar ákvæði D-liðar 5.3.2.5 greinar skipulagsreglugerðar númer 90 frá 2013 sem kveður á að fjarlæg íbúðar og frístundahúsa skuli ekki vera minni en 100 metrar frá stofn og tengivegum. Skipulagsnefnd, hún samþykkir samhljóða með hliðsjón af frekari rökstuðningi að leggja til við sveitarstjórn og óska verði eftir undanþágu félagsmála og húsnæðisráðuneyti frá D-lið 5.3.2.5 greinar skipulagsreglugerðar númer 90 frá 2013 vegna 100 metra fjarlægðar marka byggingareits frá Siglufjarðarvegi númer 76. Verði það leyfi veitt hjá félagsmála og húsnæðisráðuneytinu skipulagsfulltrúa falið að afgreiða umbeðin byggingareit. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það enginn sem óskar til að taka til máls, þessi samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samhljóða. Þá erum við konið í lið númer 32 sem Lækjagerði í fremri byggð, umsókn stofnun byggingareits. Ertu að víkja fundið það? Nei, ég ætla bara að Þessi vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 5. febrúar en það Guðmundur Páll Ingólfsson og Margrét Eyjólfsdóttir sem eru þinglistir eigendur lóðarinnar Lækjagerði í Skagafirði. Þau óska eftir heimild til þess að stofna 840 fermetra byggingareit á landi jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi hnitsettum afstöðuuppdrætti en þarna að ræða byggingareit fyrir nýja skemmu og hámarksbyggingamagn verður 400 fermetrar og hámarksbyggingahæð verður 8 metrar frá gólfi í mæni og þak verður tvíhallandi. Skipulagsnefnd, hún afgreiddi þetta svo með þeim orðum að skipulagsnefnd, hún samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit. Orðið laust þessa afgreiðslu.
Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá eru konið í lið númer 33. En það eru breytingar á deiliskipulagi útivistarsvæðis í Hólsdal og þetta er umsagnarbeiðni vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 5. febrúar en það er Fjallabyggð sem óskar eftir umsögn Skagafjarðar vegna breytingar á deiliskipulagi útivistarsvæðis í Hólsdal. Og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á deiliskipulagi útivistarsvæðisins í Hólsdal. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið númer 34. Það er umsagnarbeiðni vegna máls 819 frá 2025 sem snú að breytingar á aðalskipulagi Fjallabyggðar og það er aðalskipulagi þeirra frá 2008 til 2032 vegna fljótagangna. Og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 5. febrúar en þar óskaði Fjallabyggð eftir umsögn Skagafjarðar vegna breytingu og aðalskipulagi Fjallabyggðar frá 2008 til 2032 vegna fljótagangna og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar og aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008 til 2032 vegna fljótagangna. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðsluna gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundagerði frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og það er hér ein fundagerð sem er til kynningar frá fundi sem þeir héldu 23. janúar síðastliðin og orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls hana og það er önnur fundagerð hér til kynningar en hún er frá Sambandi sveitarfélagi á Norðurlandi vestra og það er fundur sem var haldinn 3. febrúar síðastliðin, var fundur númer 135. Einhver sem óskar til að taka til máls hana. Það er ekki. Þar með er dagskráin tæmd. Klukkan er 9:09 og ég segi fundi slitið.